Góðan daginn, Smárakirkja og allir sem eru heima. Velkomin á Smárakirkju samkomu. Þetta svo sannarlega undra náð og það svo mikið, vitið það, þakklæti í mínu hjarta í dag. Vitið það, hann svo trúfastur
og hann svo nálegur, sérstaklega þeim sem hafa sundur marinn anda og sundur krami hjarta. Biblían talar það þegar við erum á lágum stað að það þurfi ekki annað en að hrópa nafn Drottins og hann nálegur. Hann nálegur. Þannig ef að þú ert á þannig stað, prófaðu að hrópa til Drottins og bara lofa hann í dag og hann mun ekki bregðast þér. Hann mun ekki skilja þig eftir. Hann til staðar, hann nálegur. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og biðja. Lyftu bara höndum og þökkum Guði fyrir það hvað hann góður og hvað hann miskunnsamur og trúfastur. Drottin, við lyftum upp nafnið þínu. Ég þakka þér fyrir kærleika þinn. Ég þakka þér fyrir, Drottin minn, að fá að koma saman í þínu nafni og þú hér mitt á meðal. Drottin, ég blessa einn og sér hvern hér í dag og líka þá sem heima. Drottin, ég biðum að koma inn í aðstæður fólks. Ég biðum að leysa. Ég biðum að gefa von þar sem vonleysi. Ég biðum að gefa kjark þar sem þróttleysi. Drottin, ég bið Jesús nýtt uppaf hér í dag. Upprisu kraft inn í líf okkar allra, Drottin. Gefðu okkur náð til þess að gleyma því sem að baki og seilast eftir því sem framundan Og ég bið Drottin lækningu, frið, kraft og von í Jesú heila nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Höldum áfram í lofgjör hér í dag. Við hæðist ekki á
trúfest í að ég í þér. Það mitt öryggi, því aldrei brestur ég. Já, lofa þitt hífið mig trúfest í, trúfest í að ég í þér. Það mitt öryggi, því aldrei brestur Hann bregst okkur aldrei. Treystum honum í dag. Já, aldrei bregst þú mér. Ég sé að vakning
Hósana í hæstu hæðum, við lofum þig, Jesús, og við tignum þig. Ó, drottinn minn, halleluja. Ég er búin að vera að hugsa það þegar ég er búin að vera í lofgjörninni hvað Guð er trúfastur. Ég er búin að heyra hvert lagið að fætur öðrum trúfasti Guðs. Og vitið að stundum kemur lífið svolítið gegn manni eins og þið vitið. Og ég var að rifja það upp í síðustu viku að við fengum rosalega erfið skilaboð frá læknum varandi son okkar, Gunnar, fyrir 12-13 árum síðan. Og við fengum þar upplýsingar frá læknum að við ættum að búa okkur undir, hann myndi lifa mjög erfiðu lífi. Hann sem sagt dó og var endurlífgaður. Og vitið það var sannarlega bratt hann að sækja. Og mér langaði bara til þess að deila þessu aðeins með ykkur, bara til þess að við áttu ykkur á hversu stór Guð er. Og vinir, ég byrjaði á því að gráta. Ég grét örugglega í mánuð. Og ég bara hætti ekki að gráta út að mér fannst lífið svo ósanngjarnt. En svo ákvað ég eftir mánuð og við maðurinn minn, það var að tala út líf yfir barnið okkar. Guð hafði nefnilega lofað mér að börnin mín, tvíburarnir mínir, yrðu tvöföld blessun. Og ég vissi að það yrði eitthvað stórkostlegt úr lífum þeirra beggja. Við vitum þegar Guð talar til okkar og það kemur eitthvað svona sannfæring inn í hjartað. Og vitið að við fórum að tala loforð Guðsinn yfir lífi barnsins okkar. Og vitið það í dag, þá voru það útskrifast úr fyrsta ár úr menntó og þeim gengur svo vel. Og ég er að segja við þig í dag, ef að þú upplifir vonleysi, ef að þú hefur fengið slæman dóm frá lækni eða einhverju slíku, vinir, Jesús hefur alltaf síðasta orðið. Það er bara þannig. Hann hefur alltaf síðasta orðið. Og vitið það, dauð og líf er á tungunar valdi. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur að koma til dæmis á sangum og syngja Guði lofsöng. Vitið hvað við erum að gera? Við erum að skapa líf. Við erum að búa til líf sem að Guði hefur gefið okkur. Og allt og fáir nota þetta líf. Nota tunguna sína til þess að tala gott yfir lífi og bara lofur Guðs. Þannig í dag, þá mér langar til þess að bara bjóða ykkur að rísa á fætur enn og aftur. Og ef að þú ert á þeim stað að þú upplifir eins og þú þurfir eitthvað fjöll að færast í þínu lífi, prófaðu að tala fjallið burt. Prófaðu að stíga fram, jafnvel þótt að þér líði ekki þannig, og þetta snýst ekkert mína tilfinningar. Þetta snýst loforð Guðs. Og hann er miklu stærri en mína tilfinningar. Og ég vil segja við ykkur, vitið það, Guð er nefnilega Guð kraftaverkana. Guð getur gert hluti sem að menn geta ekki gert. En fyrsta skrefið hjá okkur, vinir, er að tala út, vona á nafn Drottins og treysta því að hann færi fjöllin. Það er málið. Við sköpum með orðunum okkar. Látum orðin vera orð Guðs. Látum orðin sem að við tölum vera orð Guðs, vinir. Og ekki festast í dalnum og byggja hús í dalnum. Talaðu loforð Guðs, þannig að þú sjáir það fyrir þér og þú gangir inn í það að lokum sem að Guð hefur ætlað þér. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig ef þú ert hér í dag, og mér fannst ég átt að segja þetta sérstaklega til Kristínar hér í dag. Þegar þú hefur fengið erfiða fréttir frá læknunum. Guð hefur alltaf síðasta orðið. Guð hefur nefnilega alltaf síðasta orðið, vinir. Og ég er að segja ykkur það, ég sé Guð gera kraftaverk aftur og aftur og aftur. Grípum kraftaverkið. Ekki láta plata okkur að það sé ekki kraftaverk fyrir okkur, út af það er fyrir okkur. Og kannski þarftu bara breyting á samskiptu við eitthvað sem er í kringum þig, eða eitthvað svona sem að kannski skiptir þig máli en þú þarf samt kraftaverk. Guð er ekki of lítill fyrir það. Hann elskar þig ekki það lítið að það skiptir ekki máli. Það skiptir allt máli sem að tengist okkur. Þannig í dag lofum hann og gefum honum lofsöng og tölum út loforð hans yfir líf okkar. Við lyftum upp höndum, við ætlum að taka samskot, lyftum upp höndum og tölum bara loforð Guðs. Drottinn, ég þakka þér að loforð þín standa. Loforð þín, Drottinn minn, er í ritningunni. Og þú hefur til dæmis lofað okkur því að veita okkur vonaríka framtíð. Og Drottinn, í dag að þá stöndum við á þessu loforði. Jú, kringumstæðurnar getur kannski litið ekki þannig út. En það breytir ekki loforðið þínu.
Og í staðinn fyrir að lifa í þeim raunveruleika, þá lifi ég í þínum raunveruleika. Og ég treysti því að þegar ég vona á þig, að þá fæ ég nýjan kraft. Ég fer allt í einu að svífa upp á vængjum sem örn, Drottinn minn, og ég fer að horfa yfir kringumstæðurnar heldur en að vera undir þeim. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það að uppreisukraftur þinn er aðgengilegur mér í dag. Og ég bið fyrir, Drottinn, öllum þeim sem að heyra mitt mál í dag og þurfa, Drottinn, kraftaverkin í líf sitt. Ég bið að leysa fólk úr fjötrum. Ég bið Drottinn að gefa von og styrk til að stíga fram og taka það land sem að þú hefur gefið. Og Drottinn, í dag ætlum við ekki bara að horfa á landið. Við ætlum að stíga inn í landið. Við ætlum að taka landið í Jesú nafni. Og ég bið fyrir Íslandi í þessu samengi. Ég bið, Drottinn minn, að þú gefir nýja von og nýjan kraft. Að fólk mætti leita þín, Drottinn minn. En ekki eitthvað hismi og það sem skiptir ekki máli. Og gefðu okkur náð til að vera, Drottinn, ljósberar þínir í þessum heimi. Og við biðjum fyrir samskotunum og því sem að framundan á þessari öflugu samkomu í Jesú nafni. Og allir liðinni segi. Trúin færir fjöllin, lát þau færast hér í hjörtum eftir vænting, bíðum eftir þér. Bíðum eftir þér. Hjarta mitt, mér frelsið
Takk fyrir kraftaverkin sem munu koma, Drottinn. Við trúum og við bíðum í eftirvæntingu eftir því sem þú ætlar að gera, Drottinn. Halleluja. Halleluja. Við upphefjum þig, syngjum saman. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Þig, ó Guð. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Þig, ó Guð. Halleluja. Við upphefjum þig, Jesús. Þig, ó Guð. Við upphefjum þig.
Halleluja. Bið ykkur að syngja bara aðeins áfram og lofsyngja Drottni. Það eru hlutir hér sem eru í krankleiki í líkama ykkar. Kann að vera þú sért í salnum, kann að vera þú sért heima að hlusta eða hvar þú ert að hlusta. En fyrir kraft heilags anda og nafn Jesú Krist þá segir magasár þitt lokast. Það lokast. Það sem búið að hrjá þig í kviðnum, í magasári, það lokast, það læknast núna. Og brjóskloss í baki, Guð gerir heilt. Það sem mannlega séð er ekki hægt að gera, jafnvel ekki einu sinni með uppskurði. Það gerir Drottinn heilt núna. Vertu heil af meini þínu. Og hægra augað, til að vera nákvæmur hægra augað þitt, verði heilt. Í Jesú nafni. Drottinn góður, hann læknar og hann gerir heilt. Hann hefur læknað minn líkama. Margir hér inni hafa fengið að reyna það, hann hefur læknað á líkama. Hann kröftugur og máttur heldur en við getum nokkuð menn ímyndað okkur. Og hann gerir þið heila. Hann þráir að gera það lífið þitt heilt á anda, á sál og á líkama. Alla manneskjuna, allan þig. Takk Jesús. Syngjum þetta einu sinni, við pefum þig. Og blessum hans nafn, syngjum saman. Heilagur andi, þú fellur yfir og gerir heilt. Þú læknar og gerir heilt, Drottinn minn.
Leyfið heilugum anda fylla líf ykkar. Leyfið heilugum anda koma og vinna verkið sem hann þráir að gera í líf ykkar. Hann megnugur, hann máttugur og hann viljugur. Takk, Jesús. Halldór, má ég aðeins Guð var að minna mig á þegar við vorum að lofa Guði hérna rétt áðan að það eru 7 ár í þessari viku þar sem ég var næstum dáin á spítala og að syngja eins og ég söng í dag var ekki hægt fyrir 7 árum. Ég hefði legið í gólfinu. Það var fyrir 7 árin síðan þar sem að ég var 37 kíló og ég var að deyja. Ég var búin að missa hárið, ég var búin að missa sjónina, ég var búin að missa máttinn í líkamanum. Ég var að flosna upp, ég var komin með skýrbjúg allan líkamann. Og það var engin von fyrir mig og það var sagt að ég kæmist ekki á lappir aftur. Og eina sem ég gat gert basically var að setja headset á mig á spítalanum, setja lofgjörðartónlist í iPadinn. Og ég sagði, Guð, ef þú gefur mér 1 tækifæri viðbót. Og ég er ekkert að segja, þú veist, mér var illt í hendinni eða öxlinni. Ég lifði ekki. Ég var flakandi sár. Og það eru nokkur sem þekktu mig þá. Að ég skuli standa hér í dag, geta sungið með öllu því sem ég er vitnisburður út af fyrir sig. Ef að það er eitthvað í þínu lífi sem að þú heldur og Guð ráði ekki við. Hann sneri ekki bara einu við hjá mér, hann sneri öllu við hjá mér. Þegar ég fór að labba, það var klappað á spítalanum. Þegar ég fór að sjá, það var ég með stækkunarglet og ég fór að lesa í Biblíunni. Þegar ég fór að geta labba sjálf, þegar ég hrundi ekki í gólfið. Við erum að tala ekki 1, krakkar. Það var allt saman sem Guð lagaði. Innan frá og út. Og hér stend ég í dag brosandi og þakklát fyrir að vera á lífi. Takk, Jesús. Amen. Hann bara góður. Tíminn var að hætta, sko. Hann góður. Hvað eigum við ekki að kíkja smástund í orði líka? Smástund. Faðir minn, við þökkum fyrir það að þú ert svo góður. Og þú ert hér mitt á meðal okkar. Þú unnið og starfað og læknað og gert á hluti sem þarf að gera, Drottinn minn. Og þú heldur því áfram. Við þökkum fyrir það. Að við getum treyst þér algjörlega. Við höfum fulla trú á þér, Drottinn minn. Að þú sért sá sem þú segist vera. Og þú heldur engum góðum gjöfum frá okkur. Takk, Jesús. Ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir en það er mjög algengt að Guð gerir þetta svona eins og hann gerði í dag. Ekki það að ég hafi rætt við Sibbu eitthvað sérstaklega eða Rabba eða stelpurnar eða hljómsveitina hvað við ætlum að gera í dag. En Guð, hann hljómsveitarstjóri sko af bestu gerð og hæstu gráðu og hann setur þetta allt einhvern veginn saman og það er búið að koma nokkur sinnum fram í dag og vitnisburðurinn kraftaverkin og lækninguna styður við það og það er þetta með loforð Guðs. Ég veit ekki hvort ég átti ykkur á því að loforð Guðs eru æðimörg og þið getið rannsakað loforð Guðs í ritningunum, í biblíunni og þar er hægt að finna þau og stundum komið oft fyrir oftar en einu sinni og svo hann segir á einu stað að öll loforð Guðs eru já og amen. Með öðrum orðum, allt sem Guð hefur lofað er já og amen. Amen stýðir svo sannarlega þannig mun að verða.
Með öðrum orðum, allt sem hann hefur sagt að hann muni gera, það stendur hann við. Og fyrir þitt líf og fyrir mitt líf, og eins og við heyrðum vitnisburðinn áðan og Sibba kom inn á þetta, að með börnin þeirra, alla og hennar, að þegar einhvað í gangi í líf okkar og við getum fundið lausn í loforðum Drottins, þá getum við byggt okkar traust á því að hann mun vel fyrir sjá. Hann mun standa við sín loforð. Og þetta nokkuð sem að okkur lærist að treysta. Þetta eins og að ganga út á vatnið aftur og aftur. Og mun eftir Pétri, hann steig út úr bátnum, hann byrjaði að sökkva eftir smástund. Fyrst gekk hann. Hvenær gekk hann? Þegar við með sjónir sínar á Jesú. Svo sá hann öldunar. Þá sökk hann. Þetta alveg klassist fyrir okkur. Við erum ofta að horfa á öldunar. Frekar á þann sem stillir vatnið og hjálpar okkur að ganga. Og við þurfum að festa sjónar okkar á honum. Hann höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann ekki bara hefur byrjað góða lífið í þér, hann mun líka klára það. Þannig að það ekki þannig að þegar við gefum líf okkar Guði og ef að segja að hann finnur okkur, að þá sé allt lífið, allt í einu orðið, allt öðruseldur. Jú, það ekki rétt fyrir, auðvitað allt öðruseldur að var, en það ekki allt búið. Gangan eftir. Svo sannarlega allt breytt. Við erum ný sköpun. Ég man eftir þegar ég eignast þetta lífið, það var bara, ég man þegar ég var í menntaskóla, síðasta ári í menntaskóla og þetta var kvöld, ég get sagt ykkur að það var 9. desember klukkan 9:30 kvöld sem þetta gerðist. Og daginn eftir, svo fer ég heim að sofa og allar aldrei náttúrulega geta sofnað, en þegar ég vakna daginn eftir örstutarsvefn, þá bara var ég eins og fjöður upp. Vá, það allt öðruvísi í dag. Ég var bara að fara í skólan, sko. En lífið hafði breyst. Lífið hafði breyst. Og þetta þannig með okkur. Síðan það þessi hlutir í lífinu okkar þegar gangan byrjar. Og það það sem ég langar aðeins að tala í dag. Bara örstutt, held ég. Það þessi hlutir sem við erum að ganga í gegnum. Af því að við hugsum kannski, já, svona loforð Drottins. En ég skal segja þér að Halldór minn, ég hef oft beðið Guð alls konar hluti og þeir bara koma ekki neitt. Það bara gerist ekkert. Stundum gerist það eftir dúk og disk. Og stundum gerist það bara alls ekki. Og það sem við þurfum að skoða þá var því lofað. Þú þarft að komast að var því lofað. Því að hvað gerum við annars vegar þegar seinagangur virðist í Guði? Hvað skonar seinagangur í dag, Drottinn? Lætur mig bíða og bíða, gerir þetta engin mannleg verið, þú lætur mig bíða. Þetta bara dónaskapur. Hvað gerum við þá? Ég veit að ég ekki svo eini sem lendi í því. Og svo beið og ég beið. Og svo bíður maður og bíður og það virðist ekkert gerast. Hvernig getur þú hvílt í trausti og hvíld á því augnabliki? Við langar aðeins að tala þetta, okkar viðbrögðu því. Svo hitt sem ég ennþá verra. Hvað gerir þú þegar bara kemur ekkert svar? Hvorki fyrir né síðar. Og ég veit líka, ég ekki eini maðurinn sem enn að bíða eftir og ég ekkert viss að komi bæra svar við því. Hvernig tek ég á því? Hvernig þroskast ég á göngunum minni? Hver viðbrögð mín á því augnabliki sem ég að uppgöta fyrir mér að það ekkert víst að þetta gerist. Og þá kemur spurningin, vildi Guð ekki svara því? Eða svarið hans kannski að gera þetta ekki? Kannski stundum gott fyrir okkur og það besta fyrir okkur að einhvað gerist ekki sem við erum að biðja
Og nú ég ekki að tala lofur, ég ekki að tala þú veist, eins og sjúkdóma og ég ekki að tala þessa stóru hluti sem Drottinn hefur gefið okkur lofur og vilir fyrir. Ég tala í lífinu, þú og ég á göngun okkar. Þegar við erum að biðja Guð eitthvað sem að við teljum okkur absolutt þurfa. Bara ég verð, Drottinn minn, að fá þetta svona. Ég verð að eignast þessa konu fyrir maka eða þennan mann. Þú veist, annars þetta bara glata, Drottinn minn. Ég trúi þú hefur gefið mér þetta bara svona. Þú veist, ok. Hvað gerum við? Það taka fyrir hlutan. Sem sagt, hvað gerum við ef það seinkar? Og síðan hvað gerist ef það er ekkert? Þið kannast við þessa sögu sem ég ætla að lesa núna í bænum Betaníu. Bjuggu 3 systkini. Já, fullt af fólki sem bjóðar, en þar með 3 systkini. Marta, María og Lazarus. Þau voru góðir vinir Jesú. Og þegar Jesú var í Jerúsalem þá gist hann hjá þeim. Þetta var rétt fyrir utan Jerúsalem, hér Betaníu, heitir í dag Al-Asaria, held ég að sé á arabísku, á Vesturbakkanum og bara í göngufæri frá miðborginni, þetta röltað niður. Og þessi bær er ennþá til staðar. Núna heitir hann hins vegar staður Lazarusar. Það þýðingin á arabískunni. Það sem Lazarus var, það sem gröfina sér og svo framvegis. Og þetta helgur staður á Vesturbakkanum. Eigum að lesa? Ég ætla að lesa þetta allt. Getur vel við stoppa ykkur pínlítið. Þetta smá lesning. Þetta bara merkileg saga. Þið þekki hana mörg hver. En þið sem þekki hana, við rifjum hana þá bara upp. Og sjáum hvað Drottinn hefur að kenna okkur í þessu. Maður sá var sjúkur Lazarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. María var sú smurði Drottins mistum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lazarus var sjúkur. Nú gjörðu systurnar Jesú orðsendingu. Herra, sá sem þú elskar sjúkur. Vá. Ok, hann vinur þeirra. Jesús ekki á staðnum. Hann eitthvað stað fjarri. Hann allavega 2 dagleið í burtu. En hann fær skilaboð frá sendiboða. Sá sem þú elskar sjúkur. Hann svo sjúkur, hann gæti dáið Jesús. Þetta skilaboðin. Höfum í huga, sá sem þú elskar. Þegar hvað gerum við? Þegar við fáum ekki eða þurfum að bíða. Förum við þá að efast að hann elski. Á hverju þetta að láta mig bíða, Drottinn? Elskaru mig ekki? Ég að bíða eftir lofurðin í þínu. Elskaru mig þá ekki? Fyrst það kemur ekki. Það hefur ekkert með það að gera. Jesús elskaði Mörtu, systur hennar Maríu og Lazarus. Og þegar hann fréttar Lazarus var veikur, hlustu hvað hann gerir. Hann segir Jesús. Þegar hann frétti að hann var veikur, var hann samt kyrt á sama stað í 2 daga. Hann var ekki að flýta sér. Bara, ok, þetta allt í lagi. Bíðum. Já, en Jesús, hann að deyja, ertu ekki að koma? Nei, ég ætla að tala við strákarna hérna og hitta annað fólk og svona. Já, en hann að deyja. Hversu oft hefur þú ekki verið þeim kringstöðum þar sem þetta bara skiptir lífi þínu miklu máli? Að einhver komi, eitthvað svar frá Guði, eitthvað skýrleiki, eitthvað lækning, eitthvað lausn og þú ert enn að bíða. Og hann situr bara kyrr. Hann var samt kyrrt. Að 2 dögum liðnum frá því hann fekk skilaboðin, sagði hann við lærisveinana sína, jæja, nú förum við. Lærisveinarnir sögðu við að hann ætlar að fara þarna upp yfir. Þú veist að nýlega voru gyðingar búin að koma og grýta þig og ætlar að fara þarna aftur. Þetta var ekkert mjög vingjarnlegur staður við Jesú þarna nálægt Jerúsalem, eins og þið vitið. Þar voru höfuðstöðvar trúrækninnar. Og Jesús svaraði þess á snilldar háttum að hann hefði ljósið og ljósið var í honum og sá sem gengi í ljósinu, hann myndi ekki hrasa, þess vegna í myrkrinu, þeir þurftu óttast en ekki hann. Ok? Þetta er svona umorðað. Og svo segir hann, Lazarus vinur okkar sofnaður. Nú fer ég vekja hann.
Þá segðu lærisveinar hans, Herra, ef hann sofnaður, þá batnar honum, þá þarf ekki að fara. Ef hann bara sofnaður. En Jesús var að tala dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þetta gaman að lesa Biblíuna, þetta bara eðlilegt líf og hlustið á strákana. Þetta nákvæmlega sem við myndum segja. Ef hann sofnað bara, þá bara vaknar hann. Héldum hann var að tala venjulegan svefn. Jesús sagði þá bara, strákar, þið ekki að ná þessu, hann dáinn. Lazarus dáinn. Og svo segir þess að skrýtnu setningu. Og ykkar vegna, þá fagna ég því. Hver þessi náungi? Ykkar vegna fagna ég því að ég var ekki til staðar til að gera hann heilan. Þeir vissu að hann gæti gert hann heilan. En ykkar vegna og fólksins vegna fagna ég því að ég var ekki til staðar. En nú skulum við fara, strákar. Hættum þessu, förum. Þá kemur snillingurinn Tómas. Lesum Tómas í Biblíunni. Hann var með alls konar svona skemmtilega setningar. Ég trú ekki nema ég fá að sjá, bara naglaförin. Og annað var, hvert þetta fara? Við veitum ekkert hvert þetta fara. Á hverju segir þessu gott á sér þetta fara? Allar þessi pælingar hjá Tómasi. Svo segir hann núna, við skulum fara líka með honum strákar og deyja. Ég sé alveg fyrir mér, þetta svona að segja. Þeir eru búin að Jesús segja, ok, hættum þessu, ég er farin allir að koma með. Og svo heyrir hann Tómas segja þetta. Og hann stoppar í eitt augnablik og segja, Tómas. Hann var ekkert ávitanir, þetta er alveg viss sem hann bara, einu sinni. He doesn't have a clue. Hann veit ekkert út af hvað þetta gengur. Hann er bara, við vorum að deyja. Erum við aldrei svona? Er það bara jú, við erum blóð svona. Hvað meinar það, Jesús? Við bara vitum ekkert í okkar litla haus oft hvað hann er að gera. Þess vegna er svo mikilvægt, elsku vinir, að staldra við, róa sig, ná hvíld, ná frið og hlusta. Litla röddin innra með þér talar. Við erum alltaf að bíða eftir, svo segir drottinn, svo skrifar hann eitthvað í skýin. Og hann er bara voða lítið í þeim business í dag. Hann er ekkert voða mikið í því. Við erum að læra að hlusta. Og þegar þeir komu, þá var þess vís að Lazarus hefði verið 4 daga í gröfinni, það passar. Og það var lasinn, það var fyrir 2 dögum, svo dvaldist hann í 2 daga viðbót. Hann hefði dáið bara rétt eftir að skilaboðin komu og hann var lagður í gröfina. Betanía nálægt Jerúsalem, undanbil 15 skeiðrúm. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu til að hugga þær og Maríu til að hugga þær eftir bróðurmissin. Þegar Marta frétti að Jesús var að koma, fór hún á móti honum. María satt heima og Marta sagði við Jesú, Herra minn, ef þú hefðir verið hérna, þá væri bróður minn ekki dáinn. Þetta náttúrulega segum við aldrei. Það er fullt af fólki sem segir, kannski ekki þið, fullt af fólki sem segir, drottinn, hefur bara gert þetta sko. Hefur bara gert þetta, þá væri lífið miklu betra. Þú veist, við erum ekkert alltaf að berjast við það að deyja eða ekki deyja eða einhver deyja eða kringum okkur og fá lækningu á honum. Stundum erum við að berjast við það, eins og þau voru að gera þarna. Okkar setning við, drottinn minn, hefur bara gert þetta fyrir mig, þá hefði ég ekki mist þessa vinnu. Drottinn minn, hefur bara gert, nú skilja ég ekki á hvort að gera þetta hérna. Þú veist, ég fékk ekki þessa stöðu. Drottinn minn, svo kemur allur pakkin og þetta er svona bara litli hlutir með að við lífi sjálft. En við förum svona, við erum vola kurteisamt. Hefur bara, svo bætir Marta við. En ég veit að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður honum. Jesús sagði við hana, bróðir þinn mun rísa upp. Og Marta segi, já, ég veit alltaf, á efsta degi mun hann rísa upp eins og allir aðrir. En hvað núna, Jesús? Já, hann mun rísa upp.
Ég uppreisnarlífið, svo sem trúir á mig, mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Ef þetta ekki góða frétt fyrir þig og mig í dag, að þú munt aldrei smakka dauðan. Ertu að hlusta á mig? Þú þarft ekki að óttast að það slökkni á líkmanninum á jörð þegar þar að kemur. Þú munt aldrei, þú, innri maðurinn þinn, þú í andanum, Siggi, Bjarni, Gunna, Sigga, þið munu aldrei upplifa og smakka dauðan. Hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúirðu þessu, spyr hann svo. Hún sagði, já, ég trúi því að þú sér Kristus og Guðs sem koma skal í heiminn. Alls og mælti fór hún og sótti Maríu. Meistarinn hér og vill finna þig. Þetta fræg setning sem margir predik út frá. Meistarinn hér og vill finna þig. Þetta notum við í trúboðsangkonum. Meistarinn hér og vill finna þig. Og það alveg rétt. Hann vill gera það. Þegar María heyrði þetta reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn. Hún fersast út úr þorpinu á mótunum. Gyðingarnir sem voru heima héldu hún var að fara út í skyndi og fóru eftir henni þegar héldu hún var að fara til grafarinnar og gráta. Og María segir nákvæmlega það sama og Marta. Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Og þegar Jesús sá hann að gráta og gyðingarna gráta sem með henni komu, komst hann við í anda sínum, var hrærður og sagði, hvar er hann? Hvar hafið þið lagt hann? Þeir sögðu, kom þú og sjá. Þá kemur þessi fræga setning. Bara 3 orð í Biblíunni. Þá grét Jesús. Þá grét Jesús. Svo mikið elskaði hann Lazarus að þó hann vissi að var að reisa frá dauðum, þá var hann samt grátandi yfir hann skildi hafa. Svo mikið þóttur vænt hann. Þannig ég segi við þig, aldrei efast það þó að þú sért að bíða eftir einhverju bænasvari, að það hafi eitthvað með það að gera að Jesús elski þig ekki. Það hefur ekkert með það að gera. Hann létu bíða þeirra vegna, svo þau sæju dýrð Guðs í enn meira mætti heldur en að reisa Lazarus af sjúkrabyðinu, þá var hann reistur úr gröfinni eftir 4 daga. Dýrðin var mun meiri, kraftaverki mun stærra, einhvað sem þau öll fengu að sjá upplögu og höfðu ekki gert áður. Biðin eftir því að fá svari frá Jesú oft vegna þess að hann að undirbúa eitthvað ennþá betra. Ennþá stærra. Á meðan þá liggur þér ekkert á. Á meðan þá tekur þessu bara rólega, nær frið í hjarta, nær hvíld og treystir sig Drottinn. Ég veit ekkert af hverju ég að bíða, en ég treysti þér. Og þá kemur spurningin. Munið eftir hvað Pál sagði. Ég ripaði henni á Rómarbrífið 8:28. Við vitum að þessum Guð elskar samverkar allt til góðs. Þetta er loforð sem þið getið haldið í. Að þó þú sért í þessari stöðu að fá ekki bænasvarið eins og þú hélst þú myndir fá það og varst að treysta fyrir, þá getur þú samt vita það að Guð mun samverka allt til góðs fyrir þig. Af því hann ekki hættur að elska þig þó að kom ekki bænasvar. Það mikilvægt að treysta og hvíla. Ef við gerum það ekki, þú veist hvað það gerir. Það veldur bara streitu, óþolinmæði, vantrúin kemur inn, vanlíðanin kemur inn, óþolinmæðin eins og ég segi sem veldur ennþá meiri streitu hjá þér. Og streita vond fyrir alla menn. Sama hvort þú á trú eða ekki. Þú þarft að losna með streituna. En hvað gerum við? Ég ætla að klára stutt með þessu. Hvað gerum við svo þegar engin bænasvör koma? Við lifum í svona óánægju ástandi í heiminum.
Þetta er hvað ég meina. Við erum óánægðir með þríeykið vegna þeir gerðu ekki eitthvað sem við heldum við átt að gera. Við erum óánægðir með ríkisstjórnina því þeir tóku svona ákvörðun. Við erum óánægðir með forstöðumanninn vegna þess að hún gerði eitthvað sem hann átti ekki að gera. Við erum óánægðir með læknaþjónustuna. Þetta eru meira rugleysi læknaþjónustu á Íslandi. Við erum óánægðir með maka okkar, kærustuna, kærastan. Hann bara getur ekki gert neitt eins og ég bið hann. Ég bara áttaði mig ekkert á því að það var hlutur kærastans að gera nákvæmlega svo, en það er svona mál. En, þú veist, við erum óánægðir með allt, börnin okkar. Við lifum í svona óánægju ástandi stöðulega. Þetta er mjög algengt, ekki þið. Það er fullt af Íslendingum sem lifa í svona óánægju ástandi. Fullt af þeim. Húsið ykkur eru lítið. Ég þarf að fá stærra hús. Þarf að fá nýrra sjónvarp. Býtum alltaf að segja mér að 50 tómunda séu virkilega ekki nóg. Nei, það var bara svolítið veimiltítulegt á vefnum. Ok, þú veist bara að þetja vegginn þá þessu. Já, ég veit það. Sumir eru í tækninum, sko. En sjáu hvað ég meina. Þetta er svo algengt hjá okkur. Og hvað eigum að gera í svona þetta er svona erfðarleysi. Og þetta hefur áhrif inn í líf hins trúaða líka. Og það er á þessum augnablikum sem við förum að biðja bænir sem hefur ekkert með lofur Guðs að gera, ekki neitt, bara ekkert. Þá ætti ég verð að fá stærra sjónvarp. Og í 3. Mósebók stendur það. Sigga verður að fá stærra sjónvarp og fær það. Nei, það er ekkert þetta í lofurum Guðs, ekki neitt. Og það er ekki einu sinni þannig að þú getur haldið í það á sér bara að bíða. Svo þú er ekkert garantí fyrir það gerist yfirleitt. Já, en ég verð. I need. Já, ég veit þetta. Hversu mörg okkar er einmitt að reyna að fylla tómarúmið á þennan hátt. Og taktu eftir. Ég er ekki að segja að sé rangt að eiga dót. Ég er ekki að segja að peningar séu vondir. Ég er að segja, eins og Biblían segir, græðgin, öfundin, þetta að fá aldrei nóg til þess að fá frið, það er ekki í lagi. Sýnir hvað er að fara? Það er ekki í lagi. Og eini staðurinn sem við getum fundið þessa sönnu uppfyllingu í lífinu og fullnægju í lífinu er með því að finna tilganginn með lífinu og plugga inn í hann. Hver er samfæring þín til dæmis lífið? Hver er samfæring þín hvernig er best að lifa, hvernig þú átt að lifa? Samfæring það hvað þú getur beðið og átt að beða Guð og hvað, veistu hvað mikið friður í að þurfa ekki? Veistu hvað það er mikið friður sem kemur í lífið að þurfa ekki? Ég þarf ekki að segja öllum á Facebook hvað mér finnst eitthvað. Ég hef akkurat 0 þörf fyrir það. Ef ég seti eitthvað á Facebook, þá er það vel ígrunduðu máli og eitthvað góðu brandari. Nei, það er eitthvað bara svona. Ég hef enga þörf fyrir þetta. Og ef einhver segir eitthvað sem ég er algjörlega ósammála honum með henni ég hef enga þörf fyrir að svara því. Bara ekki nokkura. Ég hreinlega bara myndi aldrei nenna í það rökræður sem hefur sér stað á Facebook. Já, en þú verður að hafa ykkur að skoða. Ég hef fullt af skoðunum. Ég frelsaðist þegar komst að því ég þarf ekki að hafa rétt fyrir mér heldur. Það er bara allt í lagi að hafa rangt fyrir sér. Fyrirgefðu, ég held þetta að vera, já, ok, ég er bara, þú veist, ég er búin að skipta skoðun.
Nei, þetta svona. Og svo rífumst við og þjörkum og fyllum okkur að streitu og förum að biðja Guð allt. Drottinn minn, ég biðja bara að taka þennan óvinn minn niður í Jesú nafni. Við komum langt út fyrir þau mörk að vera innan loforða Guðs. Veist. Og þú kannski búin að safna, kannski ekki alveg svona yktum hlutum eins og við erum að nefna núna, en þó nokkuð slatta mörgum svona hlutum sem þú hefur verið að biðja Guðum í gegnum tíðina og þú skýrir ekkert í því á hverju svari kemur ekki. Páll Póstuli sagði, taktu háttaskiptum með endurnýjungu hugarfarsins, svo þú fá að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, hið fagra, hið fullkomna. Allt sem að þvælast fyrir þér, sem að eltast við í lífinu umfram þetta, mun bara halda áfram að þvælast fyrir þér. Þannig að þú kveikir einn dag og segir, wow, hvað ég búin að vera sullum bullast í þessu? Þetta ekkert vit í þessu. Þú veist, ég ekkert að fá hérna neitt svar við þessu hvað sem er. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna og klára með þessu. Í Orðskviðnum 14:30, það Salómon konungur. Hann segir, rósamt hjarta líf líkamanns, en ástríða eitur í beinum. Ok, það má misskilja þetta og segja, er ekki gott að hafa ástríðu? Ok, þarna velja þýðendur íslensku biblíunar að nota orðið ástríða. En þegar við skoðum þetta orð sem þarna þýtt, þá yfirleitt þýtt öfund. Öfund. Vegna þess að þetta orð ástríða ekki bara svona, hann fullur ástríða. Nei, þetta stjórnlaus, tilfinningasöm ástríða. Það sem þú ekki stjórn á lífið þínu. Þetta gæti þýtt svona, kyrrlát, friðsælt og rósamt hjarta líf og heilsa fyrir allan líkamann, en stjórnlausar tilfinningar og stöðu þrá og öfund eins og rotnun fyrir beinin. Pældi því. Hversu mikilvægt ekki að hafa ró og frið. Oft það þannig að það sem við þráum mest af þessum, ég kalla þetta auka hlutir, dótinu, kemur oft af öfund. Vá. Hann kemur bara nýjan Land Rover. Ég á gömlum Opel. Veistu það geggjað að keyra nýjan Land Rover. En hvað með það þó ég ekki? Hverju breytir það? Ef þú átt, eins og eitt sagði, góðu vinur minn sagði, ef þú átt milljónir til að kaupa þér nýjan Mercedes-Benz, þá skaltu endilega gera það. Vertu bara viss það að ég alveg marga milljónir til að laga hann þeim bílar. Mér fannst þessi góður. En sjáum við hvað farað. Það ekkert rangt við neitt af þessu fyrir þetta á þig. Þá eitthvað að. Og þá missirðu friðinn, þá missirðu róna og þá verður þetta eins og eitur í beinum þínum og þú átt enga ró. Það við heyrt alveg að ekki ró í sínum beinum. Og nú ætla ég að enda þessar litlu pælingar með því að leyfa aðstoðarmanni mínum að segja nokkur orð. Hann á þessa setningu meðal annars, hlustið á þessa. Hann enskumælandi frá Ameríku. Hann sagði á enskunni, happiness isn't getting what you want. It is wanting what you have. Með öðrum orðum, hamingjan ekki fólgin í því að eignast það sem þú vilt. Hún fólgin í því að vilja það sem þú átt. Því þegar þú skoðar það, þá áttu fullt. Þú átt allt sem þú þarft, faktist. Ef það einhvað sem þið skortir umverulega af lífsins nauðsynum takt eftir, þá það annað handlegur, því þá kemur að lofunum Guðs.
Gefur sér dag vort daglegt brauð og allt það. Hann mun sjá fyrir. En við erum að tala hitt. Það góður söngvari, country söngvari. Hann aðstoðarmaður minn í kvöld, eða dag. Hann heitir Garth Brooks. Kannist kannski við hann, einn af fremstu country söngvurum Bandaríkjanna. Ég ætla að biðja ykkur að skoða textan vel. Þetta reyndar gullfallegt countrylag. Ef þið fílið ekki country, þá bara lesið textan. En ég ætla að þýða aðeins hérna byrjun áður en svo þið vitið hvað þetta snýst, þið sem kannski ekki alveg inn í enskunni. Ég þakka Guði fyrir ósvaraðar bænir. Bara það að hann svari ekki alltaf bænum þínum þýðir ekki að honum sé sama þig. Sumar af bestu gjöfum Guðs eru ósvaraðar bænir. Sumt að þið besta sem þú fengið frá Guði var þegar hann sagði ekkert í bæninni þinni. Þetta alveg nýtt svona sjónarhorn. Ok, þetta var sannlega best fyrir mig. Leifum Garth Brooks að tala. Tilbúin. Góðan styrk á countryið og sjáu textan vel. Just the other night at a hometown football game, my wife and I ran into my old high school flame. And as I introduced them, the past came back to me, and I couldn't help but think of the way things used to be. She was the one that I'd wanted for all times, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if he'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, that just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. 'Cause some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Wasn't quite the angel that I remembered in my dreams, and I could tell the time changed me. In her eyes too it seemed. We tried to talk about the old days, there wasn't much we could recall. I guess the Lord knows what he's doing after all. Well, I looked at my wife, and then and there I thanked the good Lord for the gifts in my life. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, and just because he may not answer doesn't mean he don't care. 'Cause some of God's greatest gifts are unanswered. Some of God's greatest gifts are all too often unanswered. Some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Það ekki á hverjum degi sem ég fæ Garth Brooks til að hjálpa mér í predikunni. En hann góður.
Ef ekki að ljúka þessari stund, hvernig er það? Ef ekki að rísa fætur og bara þakka Guði. Enn og aftur, við getum ekki boðið fram til fyrirbæna og það má ekki ennþá snertast að neitt slíkt. En mér langar að spyrja, er eitthvað sem er með bænarefni? Ég sé nokkrar hendur á lofti. Ég held að við séum öll með bænarefni, það ekki. Það er eitthvað í lífum okkar allra sem við viljum að Guð snerti. Þannig að mér langar bara til þess að biðja þessi inn í það og bara ljúka þessari stund. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Með öll okkar bænarefni, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir öll bænarefnin sem ég beðið og þú hefur ekki svarað, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að þú veist betur en ég. Ég líka þakka þér fyrir öll bænarefnin sem þú hefur svarað. Þar sem þú hefur mætt, Drottinn. Og ég biði Drottinn fyrir einum og sérhverjum. Kannski erum við á þeirri vegferð að við þurfum bara stopp. Við þurfum bara, Drottinn minn, að leggja niður okkar plön. Það getur nú verið bara erfitt að læra að leggja niður sitt eigið plan og treysta þér. En gefðu okkur náð til þess að gera einmitt það. Hætta að vera í einhverju stríði í lífinu heldur að treysta þér, Drottinn, leggja allt við fætur þínar. Svo eru sumir hérna sem að glíma bara við krankleiki í líkamánum og alvarleg veikindi. Ég veit að þú ert líka læknirinn okkar. Ég veit að það sem að þú segir og það sem að þú gerð, það er fullkomið. Og Drottinn, ég bið að lækna þá sem þurfa lækningar við. Shakarabahaya. Og Drottinn, ég bið fyrir þeim sem að þurfa, Drottinn minn, bara þitt ráð. Veit ekki í hvort fótinn þeir að stíga, hvert þeir eiga að fara. Vilt þú gefa þeim náð til þess að velja rétt. Og Drottinn, í dag þá viljum við velja rétt og við veljum þig. Og Drottinn, umfram allt að þá lyft upp þínu nafni og ég þakka þér fyrir allt það góða sem að þú hefur gert. Allt það sem að hefur, Drottinn, gengið á í lífum okkur, hvort sem að það eru erfiðleikar eða sólskín eða gleði eða rigning eða hvað sem er, Drottinn, við þökkum fyrir þetta allt saman. Það hefur komið okkur á þennan stað sem að við erum í dag fram fyrir þér. Og Drottinn, ég bið að blessa kirkju þína og ég bið að blessa okkur þegar við göngum hér út. Drottinn, full af von og styrk og mættu við, Drottinn minn, vera ljós inn í líf annara. Hjálpa fólki á göngunum með þér, Drottinn. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði amen og amen. Drottinn bless ykkur og varveit ykkur og gef ykkur yndislega viku í Jesú nafni. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.